Það var fagur bolludagur þegar við litum í heimsókn hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Það er mottumars og athyglinni er beint að karlmönnunum. Það hefur verulega færst í aukana að karlmennirnir sækir sér aðstoð Krabbameinsfélagana og við fengum að ræða málin við nokkra heiðursmenn sem allir eiga það sameiginlegt að hafa greinst með krabbamein og nýta sér þjónustu félagsins. Hjartað í félagsskap karlmannana er svokallaður laugardagshópur en upphafsmaður hópsins er Brynjólfur Ingvarsson en hann greindist með blöðruhálskrabbamein árið 2014. Þetta voru fyrst og fremst menn með blöðruhálskirtilskrabbamein til að byrja með og svo bara með tímanum þá fórum við að bjóða aðra velkomna líka. Fyrsta hugmyndin sem á bakvita var svo að þegar ég var í geislunum hérna á Landspítala þá fikk ég að heyra af köllum með þetta krabbamein í Reykjavík sem voru farnir að hittast reglulega og kölluðu sig góðir hálsar hitta þeir. Ég veit ekki nema séu ennþá alveg á fullu en mér þótti þetta svo gott, góðir hálsar að ég fann að við yrðum að gera eitthvað hérna fyrir norðan. Við heitum reyndar ekki neitt nema bara laugardagshópurinn en við kannski skýrum okkur eitthvað að því að nú er þetta meira heldur en bara hálsar. Þetta eru ýmis önnur líffæri sem eiga sinn fulltrúa hérna hjá okkur. Og það er allir velkomnir, karlmenn á öllum aldri og með krabbamein hvar sem er. Hvað þýðingu getur það haft fyrir karlmenn í þessari stöðu að vera í svona hóp? Það hressir og það kætir og það hefur áhrif á líðan. Ég veit ekki hvort er hægt að segja með fullvissu að það hafi áhrif á gang sjúkdómsins. Ég þarf nú ekki að ganga svo langt en þetta hefur örugglega áhrif á líðan sem smittar þá af sér vonandi til líkamlega ástandsins, þannig að skulum vona þetta stuðli að líkamlegum bata eða hafa áhrif í þá áttina. En alveg örugglega þetta er gott fyrir sálina og andlegu líðanina, það er mörg dæmi um það. Skapast þarna mikil vinátta? Já, þarna skapast mikil samkennd. Þetta er nú menn sem koma bara úr öllum áttum og þekkjast nú yfirleitt ekki mikið áður en þeim byrja á þessum fundum. Og það verður mikil samheldni og með eiga mjög auðvelt með að halda uppi í stemmingu á vikulegum fundum. Það er margt í boði hjá KAON fyrir þá sem þangað sækja. Til að mynda er hægt að koma á ýmis námskeið sem geta hjálpað til með andlega þáttinn. Sem dæmi má nefna námskeið í núvitund og hugrænni atferlismeðferð. Mér finnst þessi hugræna atferlismeðferð, hún hefur gert dálítið mikið fyrir mig. Mér finnst ég skilja hana alveg núna. Maður reynilega að gera sér grein fyrir kannski slæmu tilfinningum eins og kvíða og finna hvað það er sem orsakar það. Og eins þá, þessi hugræna atferlismeðferð, hún gefur mann eiginlega verkfæri til að vinna með þetta. Og hvernig maður getur reynt að breyta hugsuninni. Þannig að það koma aðrar hugsanir í staðinn fyrir slæmar hugsanir og þannig getur maður smátt unnið til dæmis á kvíða. Þannig að þetta er einhver leið til þess að beisla hugan eiginlega? Þetta er raun að vera eins og ég lít á þetta, þá er þetta bara verkfæri. Og hefur þið þótt auðvelt að tileinka þér þetta? Ég er rétt byrjaður á en ég finna að þetta virkar. Ég ætla mér að vinna mikið meir í þessu. Baldur Marinusson tók eftir auglýsingu frá KAON námskeiðin sem er í boði og hafði samband við félagið þess vegna. Í kjölfar þess að vera boðin velkomin á námskeið fór hann að taka meiri þátt, til dæmis að sækja hittinga með laugardagshópnum, leikfimi og fleira. En hverju hefur það breytt fyrir hann? Mér finnst það breytt svo miklu fyrir mig að fá þessi verkfæri í hendurna til að vinna með tilfinningar. Ég er alltaf með dálítið svona kvíða og þetta hjálpaði mér dálítið mikið við það. Og svo náttúrulega er þetta ekki bara andlegt, þetta er líka líkamlegt. Hérna erum við með leikum að bjargi, 2 í viku á mánudögum og föstudögum. Og svo er hérna hugleiðsla á miðvikudögum. Og þetta er búið að breyta alveg gífurlega fyrir mig. Það er góð stemning hjá okkur þegar við spjöllum og gæðum okkur á bollunum. Það dylst engum að það er mikill kærleikur á milli starfsfólks hjá félaginu og þeirra sem til þeirra leita. Við fengum Sigþór Bjarnason sem er betur þekktur sem Dandi og Stefán Karlsson til þess að segja okkur svolítið frá þeirra upplifun. Hvað er langt síðan að þú fórst að sækja starfsemi hjá KAON? Það ég held að sé 3 eða 4 ár síðan.
að mig minnir. Og ég byrjaði í það sem við köllum laugardagskallahitting, sem tóm gleði og virkilega gefandi hópur, og allir eru að vilja gerðir og eins og í öllum hópum þá gefa allir eitthvað af sér, maður fær alltaf eitthvað út úr því. Fylgist þið með sjúkdómnum hjá hver öðrum eða það bara allt annað sem þið talið? Það nú miklu minna að tala um sjúkdóma. Það meira að tala um eitthvað líðandi stund og svona það sem á dagskránni þá vikuna. Og jú, það svona imprað á því í byrjun hvers tíma þegar að nýr meðlimur kemur, og þetta voðalega óformlegt. Þetta bara að hafa gaman saman. Félagslífið sem tengist þessu, myndu þið segja að þið hafi svona eignast mjög góða vini hér? Mér finnst það, já. Ég lít á þetta sem vini mína, því að þetta þessar samveru stundir okkar, bæði í leikfiminu og þessu pallborði sem við erum að mæta, 10-12 kallar og alltaf að fjölga, og vonandi bara heldur þetta áfram, því að aðstæðan fyrir hendi hér. Þetta gjörbyltist eftir við fórum í þetta húsnæði, og þetta góða fólk sem starfar hérna, það búið að umvefja okkur þann tíma sem að þær hafi verið hér, og við njótum góðs af, því að þær gefa svo mikið af sér, og við reynum að gefa þeim líka eitthvað. Nú ákveðin mýta sem að segir að karlmenn séu hræddir við að opna sig og tala um tilfinningar. Hvað segir þið um það? Ég held að það sé nú misskilningur. Það sko mesti misskilningur. Við getum tárast líka. Hvaða skilaboð hafið þið fyrir karlmenn sem kannski sitja heima og fara ekki og hitta aðra í sömu spórum? Við hvetjum þá bara endilega til að mæta hérna og skoða þetta. Já, endilega. Það verður engin svíkin á að koma í þennan hóp. Bara velkomnir, allir saman.